bera bankar samfélagslega ábyrgð? Þegar ég var rúmlega 20, þá bjó ég í Honduras í 1 ár og eitt af því sem ég tók eftir að það voru næstu allir með heimilshjálp. Svo unga stelpu sem bjó á heimilinu og ég var eitthvað að spyrja mömmu mín út í þetta og hún sagði, þetta er rauninni bara hluti að samfélagslega ábyrgð okkar. Við tökum að okkur frængu eða ættingja eða einhvern nákominn, oft unga stelpu sem býr út á landi, gefum henni tækifæri til að flytja til okkar og fá í raun og veru kannski tækifæri sem hún fengi ekki í sveitinu og hafa verið að létta undir með fátækari fjölskyldum. Þannig að þetta er í raun og veru bara hluti af pakkanum. Og ég sá fljótlega þegar ég flutti til Honduras alveg gífurlega mikla stéttaskiptingu. Ég hefði aldrei séð annað eins. Og þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar Halla, formaður VFR, fór að tala það í maí að bankar þyrftu að sýna samfélagslega ábyrgð með því að hætta við vaxtahækkanir sem kom í kjölfar af því að peningastefnudeild Seðlabankans hækkaði stýrivextina eina ferðina enn. Og í þessari frétt þá voru sem sagt VFR og Líf og fagfélögin þau fordæmdu vaxtahækkunar og skoruðu á bankana að halda sér höndum. Samkvæmt þessari grein þá voru bankarnir með sirka 100 milljarða króna hagnað samanlagt í fyrra. Og maður kannski haldið að væri svona pínu slakjaðna. En það sem við þurfum að fara að taka ákveð sem samfélag, hvert erum að stefna, þegar 4 af hverjum 10 vinnandi foreldrum ná ekki endur saman og geta ekki mætt litlum áföllum eins og pottalinn bilar, þá erum við á röngu stað. Ég man nefnilega eitt af því sem ég var stoltust af þegar ég bjó í Honduras, hvað var í raun og veru lítil stéttaskipting á Íslandi. Við vorum svolítið jöfn, en núna erum við að sjá það að fólk með forréttinda fjármálablindu á mjög háu stigi er að koma fram í fjölmiðla og segja ef að launafólk fær launahækkanir í haust, þá fer allt til fjandans. Verðbólgan fer úr böndunum og það bara við þjóðfélag fer í klessu. En ég held að sé þjóðhagslega hagkvæmt að allir nái endur saman og geti framfleytt sér mannsæmandi. Þannig að ég skoraði, deildi þessu og taka einhverja, kannski með forréttinda fjármálablindu, eða einhver sem ræður einhverju og fáum umræðu hvert við viljum stefna sem samfélag.